Já, komið þið sæl og það er gaman að sjá okkur hér allir kvöld. Mér langar til að byrja á því að bölsótast svolítið áður heldur ég fyrir að tala föstu. Ég hef nefnilega svolítið áhyggjur á okkur. Mér finnst efnishyggjan tröllríða og vera búin að tröllríða íslensku samfélagi allnokkur ár, sennilega svona eiginlega alla þessa öld. Og það sem gerist þegar menn hugsa einungis hið efnislega, það er það að þá er náttúrulega það eina sem skiptir máli, það er efnið. Og í okkar samfélagi þá er þannig að opinber umræða, hún snýst að langmestu leyti á einn eða annan hátt hið efnislega og þá gjarnan hreint og beint bara peninga á einn eða annan hátt. Og einhvern veginn verður þetta þannig að svona andinn sem svífur í vötnum sá að það sem skiptir máli í lífinu sé annars vegar að eignast peninga og hins vegar að eyða peningum. Þegar ég var í háskólanum þá var mér kennt orðið neysluhyggja. Og eins og ég skildi það hugtak að þá neysluhyggja í stuttu máli sú lífsskoðun eða lífsafstaða að hamingjan sé fólgin í því að neita. Og þá í svona svolítið víðri merkingu, það er sem sagt hamingjan er ekki bara fólgin í því að borða mikið af góðum mat, hún getur líka verið fólgin í því að kaupa og keyra flottan bíl, fara í mikið af utanlandsferðum og svo framvegis. Að eyða peningum. Og manngildið felst þá í því að vera einstaklingur sem nær langt í þessu, það er að segja að eignast mikið af peningum og berast á. Og það er einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn að það verða að hverfa þetta gamla siðferði sem að ég ólst upp við og kannski þið öll, að manngildið var ekkert endilega í því fólkið, það var ekkert endilega svo mikið tengt peningum. Manngildið væri frekar fólkið í því að vera heiðarlegur, vera ábyggilegur, segja satt, vera þannig einstaklingur á rækt að treysta mann. Það hins vegar ef maður efnis- og neysluhyggjumaður, þá skiptir það ekkert svo miklu máli. Og svo kannski sjáum við hvert þetta hefur leitt okkur. Það hæfustu margir af okkar gáfuðustu mönnum hafa fengist við þetta og náð kannski þá nokkuð langt á þessu sviði, en það sem að menn finna að það vanti eitthvað siðferði í þetta. Og þegar heiðarleikann og ábyggilegheitin vantar, þá er ákaflega fátt sem bjargar. Það þýðir ekkert að vera með eftirlitskerfi nema þess hægt að treysta á fólki sem er í eftirlitskerfinu. Og þegar það gerist fyrir nokkrum árum að yfirmaður fjármála eftirlitsins neyddist til að segja af sér vegna þess að hann hafði lekið í DFF. Hlutum sem hann hefði þá frekar átt að rannsaka sem yfirmaður fjármálaeftirlits, þá mér finnst það svolítið táknrænt það hvernig það
Það er ekki hægt að treysta á neitt nema það sé hægt að treysta fólki. Og það eru margir sem að halda því fram að ég hef mjög marga sem að segja eitthvað á þessa leið, ég trúi ekki á Guð, ég trúi ekki á hina andlegu tilverunar, en ég vil hafa kristilegt siðferði. Og svarið við þessu er svolítið eins og svarið við spurningunni hvað lifir líkaminn lengi án sálarinnar. Svarið er náttúrulega að líkaminn lifir harla stutt. Það má ekkert gleyma því að sálin í því sem við kallum kristilegt siðferði er að sjálfsögðu trúin á eitthvað annað heldur en efnisinn. Og ef að við hættum að trúa á Guð, þá lifir það siðferði sem byggt á trú á Guð, það lifir eitthvað lengi. Það lifir kannski svona 1-2 kynslóðir. 3. kynslóðin er glötuð úr þeim skóla. Þetta var nú svona inngangur. Ég ætla nú ekki að halda því fram að ég sé sérfræðingur í föstu. En það sem ég segi ykkur í kvöld er svona hlutir sem að rússneskir guðfræðingar sögðu mér þegar við séra Gunnlaugur vorum í Sankti Pétursborg, í Dymbilviku og síðan páska. Það var 1999, var þetta? Rétt. Já. Seminar. Og það sem ég segi, það er mjög mikið byggt á því sem að þeir sögðu. Og það er þá í fyrsta lagi að miða við þessa fræðslu sem ég fékk af þeim, þá er fasta eins og Íslendingar almennt skilja hana ákaflega misskilið fyrirbæri. Það halda voðalega margir Íslendingar að fasta snúist það að svelta sig. Það er bara ekki rétt. Hún snýst ekki eingöngu mataræði og hún á það að síður að vera til þess að kvelja menn. Rétt á uppbyggilega hugsun á bak við föstu er semst þessi að maður losar sig við það sem hindrar mann í að nálgast Guð og það sem hindrar mann í því að lifa góðu og innihaldsríku lífi. Nú veit ég ekki hversu margir skákmenn eru hér inni, en allir skákmenn kannast við hugtakið fórnir. Ég held að það sé mjög gott að hafa skákhugtakið fórn í huga. Í fórn er skáksamstað þegar maður fórnar manni, maður leikur manni þangað sem maður veit að hann verður drepinn. En þetta gerir maður alltaf til þess að fá eitthvað mikilvægara í staðinn. Og ef maður hefur hugsað fórnina rétt út og ef hugsunin stenst, þá er það þannig að maður fær meira heldur en það sem maður fórnaði. Annarkvort meiri liðsafla eða betri stöðu, eða mátar andstæðing. Meistarinn kemur inn á þessa hugsun í ýmsum dæmisögum. Mér dettur sérstaklega í hug sagan Perlum. Við ekki eftir líkt er himnaríki og maður sem að fann perlu í akri sínum, hann seldi allt sem hann átti til að kaupa akri. Svo var
í annarri útgáfu sem sögu þá það sem kaupmaður sem finnur perlu og selur allt sem á til þess að kaupa perlu. Það gerir kaupmaðurinn ekki vegna þess að hann sé svo vitlaus, heldur vegna þess að hann veit að perlan er dýrmætari heldur en allt hitt. Þessi regla gildir í lífinu sjálfu, það með að sem sagt fórna til að öðlast eitthvað mikilvægt. Fæst okkar lifa svo heilbrigðu lífi að við gætum ekki lifað betra lífi. Fæst okkar svo fullkomin að við höfum enga ósiti eða annað sem hindrar okkur í að lifa í góðu lífi og við mögulega getum. Markmið réttrar föstu er sem sagt sjálfsbæting. Það sem maður nær valdi á því sem er að hjá manni sjálfum, losar sig við það og tekur í staðinn upp heilbrigða og góða lífshætti sem byggja mann upp andlega og líkamlega og leiða þannig til betra og hagríkara lífs. Kristinni föstu er hefð fyrir því að leggja áherslu á eftirfarandi. Í fyrsta lagi visst aðhald í mat og drykk. Það er að segja það sem við gjarnan köllum að fasta. Það er mjög mikilvægt að ná stjórn á líkama sínum og þjálfa viljastyrk. Það er stundum sagt að leiðin til helvítis sé vörðuð af góðum áformum sem ekki er staðið við. Þetta má hins vegar ekki fara út í vitleysu, þá ekki að valda sér líkamlegum skaða með föstu, heldur þjálfa viljastyrkin og ná valdi á líkamann. Viljastyrkurinn er náttúrulega grundvöllurinn fyrir því að maður nái stjórn á sjálfum sér og lífi sínu. Þetta er bara spurningin, vilt þú vera húsbóndi í þínu lífi eða ekki? Í öðru lagi þá er í hinni kristnu hefð lögð áherslu á bænaiðkun við föstu. Og á leiðin til andlegs vaxtar og þroska er fátt mikilvægara en einmitt það að rækta samband sitt við kjarna tilverunar. Regluleg, formbundin bænagjörð er það sem ég mæli með. Það er að segja að biður kvölds og morgna og ég geri það sem mér finnst koma mér best sem ég syng tíðasöng. Ég syng semst morguntíð og kompletórium. Nú auðvitað hins vegar ef að sá sem fastar er vanur því að biðja bæna frá eigin brjósti má hann halda því áfram. En í þessari bænagjörð þarf að vera áherslan á málið það að bæn hefur ekki bara áhrif á Guð. Ég er ekki einu sinni viss að bæn hafi áhrif á Guð. Það gæti reyndar alveg verið, bænin hefur nefnilega líka áhrif á þann sem að iðkar. Og það, í fyrsta lagi þá held ég að þetta sé ekki útskýranlegt vegna þess að við getum ekki, Guð er leyndardóm. Það er ekki hægt að útskýra hann. En það er hins vegar hægt að útskýra að hluta til út frá mjög einfaldri sálfræði. Að það að taka sjálfan sig og fara og tala við hið fullkomlega góða. Það er mjög merkileg lífsreynsla. Og lenda í því að bera sjálfan sig saman við hið fullkomna, það þarf nú reyndar kjark til, en það hefur feiknarlega mikil áhrif.
Þannig sko í föstu bænagjörð þá mjög mikil áhersla á sem sagt áhrif bænarinnar á iðkanda. Og þess vegna sem sagt mjög mikilvægt að gera þetta reglulega. Það sem maður gerir reglulega, það sem maður gerir á hverjum degi, það það sem að mótar maður. Ef ég fer í ræktina á hverjum degi, þá eru líkur á því að það hafi áhrif. Ef ég fer á barinn á hverjum degi og í ræktina einu sinni í viku, þá eru líkurnar stærri að það sé barinn sem mótar mig en ekki ræktin. Í þriðja lagi þá sem sagt áhersla á umhyggju fyrir öðrum. Það að segja stundum það sem kallað að gefa. Fastan sem sagt á ekki að vera svona egoflip. Og á sumleyti þá geti verið verð af stað farið en heima setið ef hún verður stað. Og sem sagt umhyggja fyrir öðrum einn af þessum þáttum andlegs þroska.